Þú segist vera lifandi lík, segir hann hérna, hann sagði hér á bakvið að hann væri lifandi lík. Mér finnst það vera mikið rugl, maðurinn sperrtur og lítur mjög vel út. Hann 83 ára gamall. Nú, það aldrei gaman að geta þess líka að þegar við höfum verið að fara í þessar árlegu kynningarferðir okkar til Reykjavíkur til að kynna Siglufjörð og þetta síldarævintýri, reyna að koma okkur að í útvarpsstöðum og sjónvarpsstöðum, þá höfum við alltaf látið spila Landleguvalsinn. Við höfum alltaf látið spila Landleguvalsinn og Landleguvalsinn eftir Jónatan Ólafsson. Segðu mér, Jónatan, þú spilaðir hérna í gamla daga. Nú talar eitthvað við fólki og segir hvernig var hér á árum áður þegar þú varst að spila með Sæma Jóns. Hann spilaði til dæmis með Sæma Jóns, fiðluleikar sem allir Siglfirðingar þekkja. Það var mjög gott að spila hérna. Ég spilaði hérna Bíókaffi, byrjaði hérna Bróafoss sem stóð hérna fyrir framan. Og svo hérna Hótelinu og í Alþýðuhúsinu og kirkjunni og út allt. Ekki við Jarðarfari. Nei, ég spilaði aldrei við Jarðarfari. Nú væntanlega dálítið langt síðan þú hefur verið hér á Siglufirði. Rifjast þetta upp gamlir tímar þegar þú kemur hingað núna? Já, svona í og með. Þetta allt annað bær. Já, það mikið breyst. Það vantar að bryggjur og... Já. Og svo vantar kvenfólkið í síldarleikana. Það vantar kvenfólki, heyrið það stelpur? Þið standið ekki undir síldarstúlkonum. Því miður. Það var oft góður tímar í Ísfirðingabrekkunni. Það var fengsæll. Það var fengsæll, sagði Ísfirðingabrekkin. Það var fengsæll. Allir skildu þetta. Ég segi það, Jónatan, og endurtek, okkur mikill heiður að því að hafa því hér á staðnum. Og ég veit að margir hér sem hér eru fullorðið fólk á ljúfar minningar frá þinni veru hér fyrir utan það að við höfum öll sem hér erum notið lagaðinna og ég vil biðja ykkur að gefa Jónatan Ólafssyni gott klapp og fáum síðan Landleguvalsinn hér á eftir. Takk fyrir! Takk fyrir.